Já, takk fyrir þetta. Yfirdómari hefur gefið merkið það að dómararnir hafi séð næstu því nóg. Staðan þannig að Jakob Svavar, hann leiðir og jafn honum Reynir Örn. Þá John í því þriðja, Sigurður Vignir í fjórða til sjötta ásamt Vil G í því sjöunda. Já, yfirdómari hefur beðið mig að hægja á ykkur, þið megið stoppa og þá staðan þannig að Reynir Örn búinn að skjótast í efsta sætið. Þá kemur John Sigurjónsson, Jakob Svavar í því þriðja, Sigursteinn í því fjórða. Já, það hafa orðið sviptingar. Jakob Svavar kominn í efsta sætið. Þá kemur John Sigurjónsson, Sigursteinn sumarlega í því þriðja. Reynir Örn kominn í fjórða. Viðar í því fimmta, Jóhann í sjötta og Sigurður Vignir í því sjöunda. Já, yfirdómari hefur gefið merki að þeir séu búnir að sjá nóg á stökki. Þið með að hægja niður. Og þakka þér fyrir þetta.
Þakka þér. Þakka þér. Já, við þökkum fyrir þetta og sjötta og Sigurður Vignir í því sjötta. John Sigurjónsson, hann fær 8,0. Í sjöunda sætinu Sigurður Vignir Matthíasson með mátt frá Leirubakka með einkunnina 6,98. Og þá það sem að allir bíða eftir, annað sætið. Í öðru sæti Reynir Örn Pálmason með Greifa frá Holtsmóla 1 með einkunnina 7,57 sem segir okkur það að John Sigurjónsson heldur vinnunni á Ármóti sjálfsagt áfram en hann sigrar þetta hérna á konsert frá Korpu með risa einkunn upp á 7,64. Og óskum við honum til hamingju með þetta, glæsilegur árangur, þetta sannkölluð stórhesta veisla. Já, fyrsti og seinni síðastsprettum voru mjög. Hamingju Jóni. Takk. Var þetta í alvörunni? Var vinnan Í húfi? Í húfi? Já, örugglega sko. Ég myndi halda það. Þetta var ofsalega glæsilegt. Þetta var glæsilegt. Hvað hérna stefnan með konsert? Hann að fara í ykkur úrtöku eitthvað svoleiðis? Nei. Alls ekki. Hann fer bara í hrissur sko. Já. Og svo á kannski, ef það verður ekkert of mikið að hrissum, þá að halda hann svona í léttu trimmi og fara með hann á Íslandsmót. Já. Ertu búinn að vera með augun galopinn hérna á þessu móti? Ég búinn að fylgjast með hérna frá klukkan 9 á miðvikudagsmorgun. Já. Já. Ég búinn að fylgjast með þessu öllu. Já. Búinn að skýrast eitthvað svona í þínum huga? Nei, það náttúrulega úrtaka náttúrulega kemur til með að ráða mestu en það náttúrulega að gagnvart hrossum sem lenda í vali þeir sem ekki koma sér gennum lykil að þeir náttúrulega þurfa að skila sér minnst 2 voldrænknum mótum og það er nú ágætt að svona horfa á og grípa tölur og vera með meiri upplýsingar þegar því kemur. Það skiptir ekkert síðan máli að láta alltaf allt ganga upp. Það er nú ekkert auðvelt. Nei, það er ekkert auðvelt og þess vegna segi ég sá hestur eða sá knapi sem kannski óöfnilega vel til að gangi ekki alveg upp á úrtöku en með frábæran hest og hefur sýnt kannski góðan árangur á 2 öðrum mótum að hann náttúrulega hlýtur að vera sterkur inn í val þegar því kemur. Og þetta er svona til þess að sýna sig og sjá aðra og vera fylgjast með. Þetta var flott mót og endar í vori, er það ekki? Jú, það er náttúrulega þessi dagur hjálpar mikið til að sjá gæði vegna þess að það er náttúrulega gríðarlega mikið af góðum hrossum en veðrið náttúrulega hjálpa ekki til fyrir knap og hesta. Nei, sérstaklega ekki en gríðarlega mikið af góðum mótum og sterk keppni og þeir standa uppi bara þeir sem við besta formið á þeirri stundu sem þeir keppa. Þetta er virkilega gott mót og skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Og ekki alveg búið. Nei, það er stórúrslit eftir. Það er stórúrslit eftir í öllum flokkum. Þetta er búið að vera skemmtilegt. Já, þetta er mjög gaman bara. Hvað segirðu Jóni? Varstu ekki bara ánægður með hestinn? Jú, ég var svona nokkuð ánægður með hann. Ég vilja hafa hann aðeins betur kannski á brokki. Náðu ekki alveg svona ekstra brokki. Þetta var algjör veisla þarna. Þetta var nú ekki... Þetta hefði raunverulega hver sem geta unnið þarna. Já. Dagsform og... Já, skiptir máli sko. Konsert í uppáhaldi? Já. Af hverju? Hann er bara svo geðgóður og þægilegur og auðveldur.
Alvöru íslenskur gæðingur. Já, alvöru hestur. Alla gangdöðundir frábærar. Og hausinn í lagi. Og hausinn í lagi, sko. Það skiptir ekki síðan. Það skiptir öllu máli. Það er alveg númer 1, þið segja. Heyrðu, til hamingju bara með þennan frábæra árangur og þú ert búinn að það ekki eða? Jó. Ertu fleiri í greinum? Nei, Búinn bíli. Þannig að þú getur fagnað. ég get fagnað, sko. Ha, til hamingju. Takk, takk.